Gunni, Hafnarfjarðarslagur hérna á heimavelli, tapið með 7, hlýtur að vera bara mjög svekktur. Já, bara rosalega vonbrigði. Já, hvað get ég sagt, bara ótrúleg vonbrigði, bara ekki góður í kvöld. Var erfitt að, varnarleikur FH, virkuðu bara í gír frá fyrstu mínútu, fengu markvörslu með Daniel frábæru markinu, var erfitt að brjóta þetta sérstaklega í fyrri hálfleik? Ég held að við höfum alveg fengið nóg að færum til að klára leikinn. Þeir eru með hátt í 50% markvörslu og það er þetta rosalega erfitt að vinna leik þegar munurinn rosalega á markvörslunni. Við erum samkvæmt einhvern tölfræði með 10 og þeir 22. Já, hátt í 50% markvörslu og 14-15 dauðafæri og allt þetta. Við erum bara sjálfum okkur vestir í þessu. Voru 5 mörk undir í hálfleik. Höfðu þið trú að geta komið tilbaka í seinni hálfleik? Já, ætlum að ná álöpi og sjálfsögum bara trú á því að í fyrri hálfleik vorum við að skapa okkur fullt af færum og þeir réttu okkur bara fullt af tækifærum til að komast inn í leikinn og fengu þau, en við bara nýttum þau ekki. Þú segir, náðu ágætu álöpi og ef það voru að tapa boltanum og voru bara sjálfur okkur vestir að nýta ekki þessi færi? Já, bara sama, hinn kom bara inn á og var þeir líka, skilur, og þegar maður bara skoða þetta en svona bara þegar maður skoða bara tölfur annað og þú bara, auðvitað Marseille getur lagað, sókn og vörn og það er bara þannig, við förum yfir þetta og lærum af þessu og auðvitað bara Marseille getur betur en þegar bara svona, þú þarf bara að skora úr þessu, það er bara þannig, við þurfum bara að vera með kaldan haus og gera betur. Deildin gríðarlega upp, þið höfðu tækifæri á að komast á toppinn. Eru núna í 3. sæti gríðarlega aftan á toppnum? Já, það er bara miklar sveiflur í þessu og alltaf miklar sveiflur í okkar leik. Ágefni, hvað sveiflurinn er miklar, en við höfum bara verk að vinna og nóg að laga og nóg að bæta og það er bara stórleikur eftir viku og við bara þökkum fyrir það tækifæri og undirbúum okkur vel fyrir það. Talandi það, risa tækifæri á 5. næsta Final Four helgin. Fáið hana inn á heimavelli, lítur að vera spenntur að mæta FH aftur og reyna að hefna fyrir þetta tap í kvöld? Við fáum bara tækifæri til að svara fyrir þetta, þannig að það er bara okkar að nýta það. Og þið munum að mæta gíra þér enn á 5. Já, sjálfsögðu og við getum unnum FH, við vitum það, en við þurfum bara að spila betur og við bara nýtum núna tíma vel og undirbúum okkur fyrir þetta og þjáumst aðeins í kvöld og svo mætum við 10 eldri. Mér langar að spyrja að lokum út í tveir leikmenn orðaðir við ykkur, 2 leikmenn Háká, Hjörtur og Sigurður. Hvað getur þú sagt okkur um það? Er eitthvað til í þessu? Ég bara tjá mikið með leikmenn annar liða. Einhver búinn að skrifa undir þá sendum við tilkynningu. Það er bara með virðingu fyrir öllum og bara tala ekki leikmenn öðrum liðum. Þið getur speklara eins og viljið, en ég verður bara að virða það að við bara berum virðingu fyrir öðrum.